Já, velkomin að Rauðaborðinu og gleðilegt ár. Þetta er fyrsti þáttur ársins. Það er mánudagur. Ég veit ekki eins og hvað það sé þorri, en það er allavega vetur og kalt og dimmt. En það er bjart yfir okkur hérna. Það er margt jákvætt í gangi og hækkandi sól framundan. Hingað eru komnar 6 konur. Það er Tanja Ísfjörð og Hulda Hrund Sigmundsdóttir frá Öfgum. Hérna er líka Sóley Tómasdóttir sem er kynja og fjölbreytileikaráðgjafi, Ingibjörg Dögg Hjartardsdóttir sem er ritstjóri Stundarinnar og Gyða Margrét. En tilefnið er að við ætlum að ræða kynferðisofbeldi og svona átt okkur á því. Það er mikil deiglu í samfélaginu. Maður vil legt að reyna skilja það betur og ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma að Rauðaborðinu til þess að hjálpa mig við það. Við erum okkar að byrja bara í nútímanum á Tönju og Huldu Hrund. Öfgar, ég veit ekki hvort að margir að vita hvað það var bara fyrir einhverjum misserum síðan, en þess vegna langar bara að spyrja hvað eru öfgar? Er þetta félag, vinkonahópur? Hvernig varð þessi hreyfing eða hópur til? Hulda? Já, við vorum flestar með tíma sem þetta var stofnað meðlimir í hópum aktivista gegn nauðgunarmenningu og þar kom fram svona ákall einhvers konar feminist plattform á samfélagsmiðlum. Það hafði komið gap eftir að Instagrami fávitar hætti og við tókum sérstaklega eftir því að miðlunum TikTok hversu eitruð menning var þarna inni og hversu mikið hatur var í kommentakerfum og fleira að konum og öðrum minnihlutahópum. Þannig að við vorum nokkrar sem stungum upp og að stofna TikTok-reikning sem átti þess að vera svona feminismi 101 og vera með fræðslu og vera bara svolítið fyndnar og skemmtilegar. Það var alltaf planið okkar, við höfum grínast mikið með það. Núna síðustu mánuði við ætlum bara að vera fyndnar á TikTok. Og svo allt í einu breytti stefnan okkar og úr því var á skömmum tíma þetta þjóðhátíðarmál sem að setti svolítið svip á sumarið. Já, og núna erum við eiginlega svolítið, þetta er orðin aktivista hópur núna. Við erum að vinna bara gegn kynbundnu ofbeldi, við viljum betrumbætingar í réttarkerfinu og við erum svolítið núna að sjá öfgar eru svolítið svona framlenging á MeToo-byltingunum sem hafa verið. Þú veist, fólk hættir alltaf að tala það sem er óþægilegt, þú veist, MeToo kemur og við bara, wow, er þetta að gerast? Svo bara hættum við að tala það, en núna eftir að öfgar komið þá erum við bara svona alltaf að pota í og alltaf að minna á, þú veist, þetta er ekki búið, við erum ekkert að fara að hætta strax. Við segjum alltaf að við séum alls ekki til þess að vera þægilegar. Yep. Og við erum mjög meðvitaðar það að við erum í stöðu til þess að geta verið óþægilegar. Við erum ekki háttsettar í opinberu stjórnsýslu og annars staðar þar sem að við höfum einhverja að tapa vinnun okkar og öðru og við erum bara svona og við höfum gaman að því svolítið að vera ekki þægilegar og að halda þessu málefni á lofti og með kunnátt okkar á samfélagsmiðlum. En er svona með Við heyrum ekki. Heyrið þið í honum? Nei. Gunnar Smári, við heyrum ekki í þér. Já, ég get ekki. Heyrið þið mig núna? Já. En þú dettur út. Það er það sem ég ætlaði að spyrja að ákvörðunum svona að nota þær aðferðir sem þið hafi notað, svona þá taktík. Var það svona meðvitað eða þróaðist þetta svona? Var svona ákvörðunum að setja gerendur meira í forgrunn eða ef ég má spyrja svona hvernig þið metið? Við höfum náttúrulega nokkrar verið alveg í þessu í smá tíma í aktivisma og eins og
til dæmis bara ef ég tala út frá sjálfur mig, þá hef ég verið í róttækum aktivism að ég kynnti Sóleyju Tómasar og Hildi Liljendal og svona, og ég held að við höfum alltaf verið allar frekar róttækar í þessu, bara leið og myndu sem hópur, þá bara við tengdum saman og já, en það var ekkert eitthvað, við vildum náttúrulega færa fókusin á það að þolendur hefðu rétt á rödd sinni og að gerendur þyrftu að axla ábyrgð. Við vorum bara búin að vera að hlusta á sögur, en það voru aldrei einir gerendur, það var alltaf, já, fókusin var alltaf bara á þolenduna. Það var svolítið áhugavert að konur þekkja allar einhverja konu eða kynsegin einstakling sem hefur orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi eða áreiti, en samt verðast voðalega fá að þekkja gerendur. Og það er akkur þessi þöggun sem hefur verið svo mikið í samfélaginu, og það var svona fyrsta markmiðið okkar var að tækla það, að berjast á móti þögguninni og gefa þolendum rödd. Já, og málið þróaðist náttúrulega þannig að við, eins og í þessu þjóðhátíðarmáli, við höfum vitað af þessu í mörg ár og verið að berast sögur í einhver 2-3 ár, þannig að við hugsaum bara að hingað ekki lengra. Það bara, við þurfum bara að komast út og stípa það. Þannig það var ákvörðun hjá ykkur að það er ykkur hreyfing í gangi, ykkur breyting í samfélaginu, og þið eru róttækar og þið töldu að nauðsynlegt að bara færa til svona sjónarhornið og miðjuna í þessu. Þannig það er alveg meðvitað að þið eru að stíga út úr einhverju sem var kannski viðurkennt inni í hinni breiðari kvennahreyfingu og taka og afgerandi ákvörðun að fara lengra. Já, alveg þannig. Við höfum alltaf notað það þarf róttækar aðgerðir gegn róttækum vanda, eða rótgrónum vanda, þannig að þetta er alveg meðvitað. Við vitum alveg hvað við erum að gera. Við erum mjög meðvitað að rugga bátnum og fáum mikið hatur og mikið ógeð yfir okkur í kjölfarið, en við sjáum líka hvað það er að skila miklu. Við sjáum breytingarnar, við erum að horfa á breytingarnar. Þannig að, já, við gerum þetta mjög meðvitað. Og erum mjög meðvitaðir afleiðingarnar sem þetta hefur á okkar heilsu, okkar öryggi. Það er, líf okkar breyttist bara á svipstundu eftir þjóðhátíðarmálið. Allt í einu urðum opinbera persónur, fórum úr því að vera bara, flestar aðgerðasinnar og róttækir aðgerðasinnar í svolítinn tíma. Allt í einu fórum við að fá morðhótanir, skilaboðum hvernig þetta beita okkur ofbeldi og fleira. Þannig að við erum mjög heppnar við í öfgum hvað við erum ofboðslega þéttar, og það var akkurat mjög að segja aftur meðvituð ákvörðun að við komum alltaf saman, við frontum þetta alltaf saman, vegna þess að það hefur verið svo kerfisbundið pikkað út, eins og Sóley talaði í þættinum þínum og Hildur talaði í kallmennskunni, að fjölmiðlar elska að pikka út einn feminisma og gera svona token feministan og leyfa svo kommentakerfinu að geta þann einstakling, og smána, með þessi smánun sem við höfum fengið í öfgum hefur alveg verið svolítið sem við höfum þurft bara að læra að díla við, en á endanum er þetta alltaf þess virði, Já, bara eins og vissu það fyrirfram að þið fengju slík viðbrögð? Við bjökkust alveg við því, en bara við sjáum það á sögunni, sjáum það allir sjáum hvernig þær sem sitja hérna hafa lent í þessu sjálfa líka. Við erum búin að, þetta sést alltaf og eins og við höfum alveg einhverja líka fengið þetta áður þegar við höfum opnað okkur eða skilað einhverju skömm, þannig að við bjuggumst alveg við þessu og við vorum undirbúnar og við höfum fengið mikinn stuðning frá einmitt eldri feministum sem hafa hjálpað okkur í gegnum fullt af þessu, og bara hópurinn sjálfur, sterkur hópur, og við, grípum hver aðra. Þú spurðir okkur áðan, þú sagðir okkur áðan, erum við saumaklúbbur, erum við hópur, við erum nýlega félagssamtök, vorum samsettin félagssamtök núna rétt fyrir jól, þannig að það er ýmislegt að gerast hjá okkur. Ég held ég hef nú ekki sagt saumaklúbbur en alltaf leið. Nei, við köllum okkur á tímabili öflugasta saumaklúbbinn á landinu. Ok. En var það þannig að þið tóku ákvörðun að gefa líf ykkar þessari baráttu? Þið vissu að þið fengið yfir ykkur svona hálfskeplu á svona ógeði, eins og þið segja.
Sko. Þannig að þið tóku ákvörðun að með því að stíga þessi skref, að þá væri svona mögulega svona ekki aftur snúið á einhvern hátt í svona fyrir ykkur persónulega. Já og nei, við byggumst aldrei við þessu. Ég get ekki sagt að við búist við þessu sem gerðist. Við byggumst við einhverju umtali, einhverju svona einhverju svoleiðis. En við byggumst ekki við því að mannlíf væri bara að skrifa fréttur okkur á hverjum degi, hvað þú veist, eitthvað tweet sem Já, við hjólum alltaf í, Sóli náttúrulega þekki það, hjóla alltaf í einhvern, þú veist, eitthvað tweet sem Hulda eða ég eða Ólöf einhver í hópnum að gera, þú veist, það bara tekið og sett í fréttinar og kommentakerfi náttúrulega alltaf að fyndi bara hvað voðalega það athyglisjúkir að láta skrifa fréttir sig. Þú veist, við byggumst kannski ekki alveg. Af hverju þurfa alltaf að vera svona ljótar og maður bara svona, hver spurði þig? Og það alls konar svona Byggumst ekki beint í þessu og ég bjóst alveg við því að geta átt bara venjulegt fjölskyldulíf og allt þetta en ekki vera alltaf eitthvað aktivistast á kvöldin. En svona og vera hrædd við það að fara út í búð. Ég er mjög þakklát fyrir grímuskylduna. Af því það var komið upp augnablik sem ég bara hrædd að fara út úr húsi. Já. En sjáið þið jákvæða breytingu að þessu leyti vegna þess að ég meina, þið hafið unnið sigra, breytir það kannski engu? Verður þá bara andstaðan enn harðari? Skjól í sigrónum? Ég sé þetta svolítið þannig að með samfélagsmiðlum þá erum við að drífa baráttunar svolítið hraðar fram. Við erum að sjá hraðari viðbrögð, það eru augljósari meðbyr, en á sama tíma þá mikið meiri svona augljós skítur. Þú veist, það bara einhver nonni í kommentakerfunum sem að skrifa einhvern viðbjóð og lygar sem einhver pikkar upp og getur haldið áfram með. Þú veist, við sjáum þetta, veist, það ekki bara einhver valdamikill kall sem að skrifa þig í mokkanum, skilurðu mig. Þetta meira bara allir að hafa skoðun, allir á landinu að skrifa viðbjóð þig í kommentakerfinu en það af samaskapi líka augljósari meðbyr, eins og ég sagði. Þú veist, þetta svo hraðar breytingar núna og mér finnst það svolítið það sem við erum að sjá með þessum samfélagsmiðlum og hvernig við erum að beita okkur á samfélagsmiðlum. Og það svo mikið verið að beita aðferðum okkar við ofbeldi og þá ofbeldi sem að karlmenn hafa stundaði gegnum söguna. Við erum að stunda nornabrennur og betur hverju voru það sem stunduðu þar, já, karlmenn, akkurat. Og þú veist, við erum her og fyrir hvað? Fyrir að berjast fyrir mannréttindum. Og eins og Tanja nefndi, þú veist, mannlíf hrósaði sér fyrir metár. Betur gæti við fengið prósentu af þessari innkomi hjá okkur því við höfum haldið upp í síðunni ykkur á náttúrulega leyti. Þannig að alls konar svona hluti sem hafa komið. Herðu, nú ætla ég að aðeins í Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur sem tók þátt í uppbyggingu kvennaframboðsins og kvennalistans og virkað þátt í þeirri baráttu. Kynbundið ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi, hvað var það stór þáttur í því að það myndaði samstaða meðal kvenna á þeim árum sem kannski svona, ef að segja, upp úr 1980. Það náttúrulega erfitt að festa eitthvað svona tíma á þetta á sér allt eitthvað svona forsögu eða eitthvað slíkt, svona fyrir 40 árum eða svo. Hvað var þetta upplifun kvenna af kynbundnu ofbeldi og kynferðisofbeldi, hvað var það stór þáttur í því að kvennaframboðið og kvennalistin mynduðust og hvað var þetta stór hluti af baráttu þessara samtaka? Það var satt að segja ekki svona stór hluti af því að við urðum til í kvennaframboð og kvennalista. Ég var sjálf búin að vera þáttakandi í rauðsokkarhreyfingunni og það svolítið merkilegt að þegar ég skoða það sem við vorum að gera í rauðsokkarhreyfingunni sem var nú róttæk kvenfrelsishreyfing, að við fjölluðum mjög lítið kynbundið ofbeldi, við fjölluðum mjög lítið heimilisofbeldi, nauðganir eða annað kynferðislegt ofbeldi og skrifum eiginlega ekkert það og ég held bara að það verið ákveðin svona hræðsla og feimni við þetta. Við áttum ekki orðin til þess að skrifa þetta, við áttum ekki tungutæki, við áttum ekki orðræðina og þetta var ekki komið á dagskrá og þetta var rétt að byrja kannski að koma á dagskrá erlendis en samt ekki að neinu marki. Svo það, sko, árunum kannski 79 til 81, þá dálítið stór hópur íslenskra kvenna í Kaupmannahöfn, bæði við nám og störf og þar kynnumst við straumum sem að verða þar. Það gerist í Kaupmannahöfn 1979
að hópur kvenna, þetta hafði nú verið inn á 300 talsins, þær gerist hústökukonur og tóku Dannerhúsið, það var stofnun sem að grefinni Danner sett á laggirnar fyrir fátækar konur sem það gerist í lok 19. aldar og hafði 100 ár verið starfrækt þannig og var eiginlega alveg dottið upp fyrir og var í mikilli niðurníðslu og átti Kaupmannahafnar borg var búin að selja það einhver verktakafyrirtæki og konurnar ákvað þetta eina kvennahús skildi ekki fara úr þeirri notkun og tóku húsið yfir og stofnuðu þar kvennahús og kvennaathvarf og við urðum auðvitað mjög upptendraðar af þessu margar hverjar. Við vorum þarna meðal annars ég og Guðrún Ögmunds og Kristín Ásgeirs og margar fleiri. Það var heilmikið öflugur kvennahópur í Kaupmannahöfn og við héldum úti miklu starfi þar í kvennahópum og héldum opna fundi og skrifum í blöð og gáfum út. Og við urðum svona inspirerar af þessum hugmyndum og margar okkar komum síðan að stofnun kvennaframboðs 1982, 82, bæði undirbúningnum á stofnuninni og þar að auki komu að konur eins og Guðrún Jóns eldri sem við köllum svo sem að var félagsráðgjafi og hafði starfað dálítið af þessum málum á vegum Reykjavíkurborgar hafði komið að þessum málum og síðan fórast að umræða líka bara út í samfélaginu og var gerð rannsókn 1981-2 á heimilisofbeldi og það gerði það verkum að þegar allt þetta kom saman að þá var til 1982 hreyfing kvenna sem kom úr ýmsum áttum sem að stofnaði síðan samtökum kvennaathvarf í júní 1982. Þannig allt þetta svona helst í hendi, það verður þarna ákveðin svona, það verður ákveðin breyting, það verður ákveðin tímamót og kannski mér áhugavert að hlusta á ykkur sem hafa voruð að tala á þann og tala að færa til sjónarhornið og rugga bátnum og það var einmitt það sem gerðist þarna. Sjónarhornið var fært til og það var farið að rugga bátnum og auðvitað voru við að rugga bátnum ekki síst í pólitíkinni á þessum tíma 1982 því að þetta var ákveðin ógnun við flokkakerfið og það er semst upp úr þessu sprettur þessi umræða sem leiðir semst til stofnunar kvennaathvarfs, síðan kemur kvennaráðgjöfin sem er partur af starfi, það var til kvennahús á Hótel Vík, það var kvennahús í anda Danner, við vorum að reyna að vinna þó að vera miklu minni skala. Kemur inn kvennaráðgjöfin þar sem að konur að veita öðrum konur ráðgjöf konur sem að standa í til dæmis búa við ofbeldi, að standa í hjónaskilnaði, félagslega illa settar og síðan kemur síðan stígamót og neyðarmóttakan, allt þetta svona tengist þetta. En sko, mér langar svo líka til að tala um það hér að þetta þannig að þegar sósíalmiðlarnir komið til sögunar þá verður þessi árás, hún er svo miklu aggressívari, hún er bara einhvern veginn svo miklu stærri og meiri heldur en hún var á þessum tíma, en auðvitað voru konur, það var sótt af konum, það var heilmikil talað og til dæmis það sem við vorum kallar í rauðsokkahreyfingunni, við vorum kallar rassíðar kettlingar sem ekki náð sér í réttan gæja. Það var umræðan sem var okkur og opinber. Þannig að þetta er alltaf verið þessi smána konur sem hafa komið fram með einhverja róttækar hugmyndir, hafa ruggað bátnum, hafa sett spurningamerki við teknar hugmyndir, en ég segi og bara get enduróma það sem þið voruð að segja að konur verða að vera óþægilegar. Það þegar konur fara að efast viðteknar hugmyndir og svona setja frasa viðteknar hugmyndir, það er þá sem að hlutinni fara að gerast. Þannig að það er mikilvægt. Ég get alveg vitnað það að þegar ég kemst til Vits og ára, ég 12 ára 1973, að þá var talað rauðsokkur af mikilli fyrirlitningu og ekkert minni fyrirlitningu heldur en að tala
konundar í öfgum í dag, þannig að það þarf ekki að vera að berjast gegn kynferðislegu ofbeldi til að fá þetta yfir sig, það var bara að berjast fyrir réttindi kvenna. En mér langar aðeins að spyrja þig til þess að ég skilji þetta hérna, Ingibjörg. Er það þannig að kvennabaráttan fram að fyrir 1980, að ég var að lesa það eftir einhverjum í dag sem var eitthvað að segja að ef við uppréttum ekki kynferðislegt ofbeldi og kynbundið ofbeldi þá var það tómt mál að tala um einhvern jafnrétti, þannig að við verðum að bara eyða því áður en við getum fara að ræða jafnrétti, einhvern veginn þessi tónn. En var það þannig að fyrir 1980 þá voru konur að vinna að jafnrétti án þess að hafa raunverulega neinn tæki til þess að ræða akkurat þessi mál? Já, sko það áherslan var á efnahagslegt og félagslegt jafnrétti, stjórnmálin, sko auðvitað var vissum við heimilisofbeldi, það var vitað nauðganir og konur ræddu það kannski sín á milli sem einstaklingar, en það var sko, talandi drusluskömmun, sko fólk sem, það var hugmyndin var einhvern veginn svo að þeir sem eru fyrir ofbeldi, hvort sem það var nú heimilisofbeldi eða nauðgun, það væri bara svona druslu fólk. Það væri ekki sko góðborgarar landsins, það væri ekki vel dannað og uppalið fólk sem yrði fyrir slíku. Þannig að sko enginn vildi vera slík drusla og það átti jafnt heimilisofbeldi, það var talið að það væri stéttbundi, það ætti sér bara stað í lægri stéttum samfélagsins sem eru bara dauðastella. Og þannig að þetta var sko svo ríkjandi og við áttum ekki einhvern veginn tækin, við áttum ekki orðin, við áttum ekki hugtökin. Það var ekki eins og þetta tala, vistu það, fólk náttúrulega núna, bara svona, ég ætla að nefna í kvennaframboðinu í gamla daga, þegar við þessar yngri vorum aðeins að byrja að prófa okkur áfram, jafnvel að tala um lesbíur, eða tala og nota orðið svo píka. Það ætla að hrökkva upp á standinum, sko, margar þessar eldri. Þetta sagði maður bara ekki. Skilur, þannig okkur vantaði öll tæki og tól til að fara í þessa umræðu. Og ég búin að sjá það núna minni reynslu, hafandi starfað bæði sko í Afganistan og Írak, að það sem erfið, og Tyrklandi og Pólandi, það sem erfiðast af öllu að eiga við, það í kynferðislega ofbeldi. Og það þar sem að sko víglínan á endanum liggur. Þú getur tekið bara dæmi, það eru lög sem bara ekki nokkur leið að koma til dæmis í gegnum þingið hvort í Afganistan eða Írak, það eru lög ofbeldi gegn konum eða heimilisofbeldi. Lögin sem samningarnir, Istanbul-samningurinn ofbeldi, hann búið að taka úr gildi í Póllandi og Tyrklandi. Það þessi víglína sem liggur í gegnum líkama kvenna sem að sko svo rosalega sterk. Þannig Ingibjörg að lýsa, ef ég má spyrja þig Gyða, hún að lýsa því að fyrir 1980, svona með allri einföldun, að þá var þetta bara einfaldlega ekki hluti af pólitík, þetta var ekki hluti, þetta var ekki samfélagsleg mál, þetta voru bara engamál. Hvað gerðist inn á heimilunum og hvort að þér var sko nauðgað eða ekki, það var ekki á vettvangi stjórnmálana sem að þetta var ekki málefni fyrir stjórnmálin að fjalla þetta bara eiginlega lýsing á því að þetta var ekki hluti af hinnu opinberu umræðu. Og já, því að Ingibjörg ég hef stundum verið að skoða inn á tímarit til þess að sjá hvernig fjallað þessi mál og til þess að sjá hvernig fjallað sko nauðganir, að maður getur séð hvað það tekur rosalega langan tíma þá til að vera að fjalla það sem samfélagslegt vandamál, að hætta að vera sko persónulegur harmur eða eitthvað slíkt, eitthvað svona engamál og að því að Ingibjörg var ritstjóri Veru að þá það magnað að sjá það hvað þar eiginlega brotin ísinn sem opnar þá fyrir umfjöllun annarra fjölmiðla. Þetta svo nærri okkur í tíma að maður verður alltaf svo hissa að sjá þetta, hvað þetta stutt síðan að það var fjallað þessi mál eins og þau ættu ekki heima í opinberri umræðu. Og þá spyr ég þig, hvenær gerist það að þessi mál verða hluti af stjórnmálum, bara í heiminum? Það gerist auðvitað eins og Ingibjörg Sólrún að lýsa sko, þessi skref sem einmitt voru tekin á tímum kvennaframboðs og kvennalista eins og með stofnun Stígamóta og kvennaathvarfs og svo framvegis og það tengist auðvitað því sem að var svona slagorð, það sem skilgreint sem svona önnur bylgja feminisman sem að svona sprettur upp 1960 í Bandaríkjunum til dæmis, kannski kemur aðeins síðar hingað eins og oft sko vill verða.
Og inntakið í þessu slagorði að það sem einmitt á sér stað í okkar persónulega lífi inn á heimilunum, nauðganir og annað kynbundið ofbeldi, að það ekki mitt einkamál heldur það einmitt viðfang samfélagsins alls og á erindi inn í pólitíska umræðu. Þannig að já, þetta rauninni það sem að einmitt Ingibjörg lýsti svo vel. Mér finnst síðan hafa orðið ákveðin svona breyting þarna, eins og Ingibjörg einmitt að lýsa þessar hugmyndir að ofbeldi eigi sér bara stað hjá eins og nefndi einmitt svona sem tengist drusluskömm hjá okkur druslufólki. Að mér finnst hafa orðið, ég tók eftir svona breytingu varðandi þetta í MeToo, það sem við getum kallað núna fyrstu bylgju MeToo haustið 2017. Og það sem að mér fannst svona fram að þeim tíma, þá vorum við svolítið þá fannst mér þetta vera svolítið svona sterkt, þessi hugmynd að það eru bara ákveðnar konur sem verða fyrir kynferðislega ofbeldi. Og það gerði það svona verkum að einmitt kannski konur sem upplifðu sig svona í einhver ákveðinni stöðu, að þær einmitt vildu ekki svona tengja sig því að hafa verið beittar eins og kynferðislega ofbeldi. En mér fannst í fyrstu bylgju MeToo að þá verður einhver svona breyting. Þá það einmitt þessar konur sem eru svona í áhrifa- og valdastöðum sem svolítið ríða á vaðið og gera það verkum að það eru einmitt kannski fleiri en ella sem voru svona tilbúnar til þess að svona gangast við því að hafa verið beittar kynferðislega ofbeldi. Af því að staðan var svolítið þannig að ef þú sem sagt gekkst því að hafa verið beitt kynferðislega ofbeldi, að þá varstu fórnarlamb eða þolandi og það varð bara að þinni einu stöðu einhvern veginn í lífinu. Og tengist þessar svona orðræði sem að var þegar við vorum fyrst að fara að ræða þessi málefni og svona til þess að kannski að ljáðum einhver ákveðna vigt, þá vorum við að tala eins og sálarmorð og eitthvað slíkt, en þá erum leið að segja að manneskja sem beitt ofbeldi að hún eigi sér raun ekki viðreisnar von. En síðan einmitt hugmyndafræði Stígamóta til dæmis hefur alltaf verið þetta styrkurinn sem í þessu felst og mér finnst kannski svona það með einhverjum hætti vera að skila sér út í samfélagi núna, byrjar 2017 og við erum að sjá þetta einmitt eins og Hulda og Tanja að nefna að síðan einmitt með hjálp samfélagsmiðla sem að verður þetta svona auka lag fjölmiðlunar að þá sjáum við í rauninni svona hraða, hvernig bæði svona þessi þolendaskömm og drusluskömm, hvernig svona virkilega losna það. Þannig að það þegar ég segist hafa verið beitt kynferðislega ofbeldi að þá segir það ekkert mig sem mannesku, það segir bara þann sem að beitti mig ofbeldinu. Þannig að þetta finnst mér hafa orðið svona breytingar. Þú verður fyrir einhverju félagslegu fyrirbrigði, það ekki þú, þetta tengist þér ekki persónulega. Nei, hefur ekkert með mig að gera. Það er með fátækt, þetta fátækt, það er verður fyrir fátækt, það býr það ekki til sjálft, þegar við talar svona annað sem að dæma. Sóley, má ég aðeins, ef við erum að reyna að skilja þetta og við erum með fyrir 1980 þá bara má ekki ræða þetta og þetta er bara rætt í kvennahópum og enginn gerir ráð fyrir þetta sé hluti hinna pólitísku umræðum. Síðan kemur langur tími þar sem að þarf að bara breyta hugmyndum okkar nauðgun og kynferðisofbeldi og þolendurnar. Fyrstu viðbrögðin eru bara eins og í stríði að hlúa að særðum, það er að búa til kvennaathvarf og stígamót og svo núna erum við komin svona undanfarna ár meira út í því að vera að horfa á gerandan og segja, þetta er vandamálið og við verðum að losa okkur við hann. Ef þetta er söguþráður, hvar erum við stödd, hvað er langt í sigurinn í þessu? Erum við búið með 1/3 leiðinni eða erum við hálfnuð? Hvað kemur næst? Hvernig verður umræðan eftir 3 ár? Já, nú skal ég segja það, djók. Mér finnst þetta einmitt svo athyglisvert sem að þeir eru búin að vera að segja allar og einhvern veginn við byrjum bara á, þeir byrjuðu í öfgum á samtímanum og svo fórum við aftur í upphafið þegar Ingibjörg Sólrún sem er elst okkar var að hefja sína baráttu. Og svo er Gyða Margrét að greina þetta en málið er að ég held að eitt af því sem að við hafi hjálpað, ok, ég ætla að byrja på nýtt. Það sem að
konur hafa gert er að þær hafa notað öll þau tæki og tól sem að þær hafa haft allan tíman til þess að reyna að uppræta allar birtingamyndir kynjamisréttis. Rauðsokkurnar tóku á mjög sem að Ingibjörg Sólrún myndist ekki á, en það var náttúrulega eitt af stórum málunum var þungunarrof og frelsi kvenna til þess að stjórna eigin líkama, og það í rauninni auðvitað nátengt ofbeldi og það í rauninni ofbeldi ef að konur fá ekki að stjórna eigin barneignum. Þannig að þær voru farnar að fikra sig inn á þessa braut og svo kemur kvennaathvarf og svo stígamót. Það sem að hjálpar til við þetta allt saman einmitt konur eins og Gyða Margrét, það kynjafræðin sem að verður til, fyrst kvennafræði, og ég man ekki að Gyða veit miklu betur en ég hvernig þetta byrjaði allt saman, en þetta alltaf gerast á sama tíma. Konur eru að fara inn í stjórnmálin, konur eru að mynda sér samtök til þess að hlúa að konum, þolendum þessa stríðs gegn konum, og konur eru að breyta háskólanum með því að leggja áherslu á reynsluheim kvenna og greina kynjakerfið og feðraveldið og hvaða áhrif það hefur allt saman. Og allt vefst þetta svo saman í mjög öflugum, miklu sterkari og breiðari vettvangi heldur en að við höfum nokkuð tímann haft, þar sem að konur hafa tæki og tól bæði úr kynjafræðinni og úr stjórnmálunum til þess að breyta. Veit ekki, ég held að við eigum svo sem ekkert endilega eftir að klára þetta, eða við sem erum hér eigum kannski ekkert eftir að sjá eitthvað fullt kynjajafnrétti. En mér finnst við hafa séð alveg ótrúlega marga sigra og við erum náttúrulega að fagna núna einhverju skrefi sem að fullt tilefni til þess að fagna, að kallar séu loksins í alvörunni farnir að sæta einhverjum eða þurfa að taka afleiðingum gjörða sinna, eins og fimmmenningadæmið frá því síðustu viku sýnir svo glögglega. En þegar ég heyri Ingibjörgu Sólrúnu vera að tala, þegar hún að tala að við höfðum ekki orð, við höfðum ekki tæki til þess að tala kynbundið ofbeldi, og ég man þegar kvennalistinn var stofnaður. Mér finnst ég ekkert vera neitt rosalega gömul, mér finnst Ingibjörg Sólrún ekkert vera neitt rosalega gömul. En að það hafi ekki einu sinni verið hægt að ræða það því við vissum ekki hvernig ætti að tala það, það var einhvern veginn bara ekki til. Og konur hafa sagt mér að orðræðan var svolítið svo að þegar það verið að stofna stígamót og þá verið að tala að konur væri að finna upp sifjaspell. Sifjaspell væri ekki til, heldur væri þetta bara eitthvað sem einhverjar vondar konur út í bæ væri að finna upp til þess að klekkja á köllum, sem náttúrulega bara bein hliðstæða við það þegar að verið að tala að þolendur ljúgi. Þannig að það við höfum verið að vinna, við höfum verið að gera okkar besta á öllum þessum vettvöngum og öllum þessum ólíku tímum, en það hleðst alltaf upp. Þekking, reynsla, samstaða, við erum að læra af því hvernig konurnar á undan okkur gerðu þetta, og ég held að það einhvern veginn gerir það að verkum að þetta verður smátt og smátt kannski örlítið auðveldara, en á sama tíma beittara og hættulegra, þannig að mótstaðan verður meiri. Það er auðvitað jaðrinum að þá ertu alltaf í hættunni, þannig að þú ert alltaf að ýta eins og öfgar konurnar að rísa hérna. Já, en það sem að þær gera, eitt af því sem að... Já, en eitt af því sem að þær gera, sem að einmitt lærdómur af sögunni, að þær neita að taka þátt í oddafluginu. Þær búa sér til, 6 kvenna, það ekki 6, 5 eitthvað, svona breiðan vettvang, og það engin ein sem að þarf að taka þungan af þessu öllu saman. Svo sé ég bara, við höfum svolítið verið að ræða þetta okkar á milli, konur hingað og þangað, þetta oddaflug, að það sem ég veist vera að gerast núna eftir þessar samfélagsmiðlabyltingar allar, sem að byrjuðu ekkert endilega með MeToo, heldur líka bara konur tala og allt þetta, ég man ekki hvað þetta hét, öll þessi myllumerki, að þetta eiginlega hægt að vera oddaflug og þetta ekki einu sinni bara, það eiginlega ekki hægt að tala þetta sem gæsahópar lengur, heldur þetta meira orðið eins og starrahópar, svona sveimur af störrum sem að einhvern veginn sveima, það hafði ekki séð svona risastóra fugla, risastóra hópa af fuglum sem að sveima Mér finnst femínísk, hvað maður segja, femínísk barátt að vera orðin meira þannig heldur en einhverju svona fuglar þar sem þú getur greint einstaklinga. Þetta orðið að einhverju svona massa sem sjúklega spennandi. Og bráðum verður kannski bara ekki kúl að vera ekki með.
Þetta heldur ekki sko, eins mikið á jaðrinum eins og það var. Þetta sko, komið miklu meira inn í mainstream. Þó að þetta þurfi sko, ennþá mikla baráttu og þó að það verði þó að það sé ekki viðurkennt kannski þessi umræða ennþá, þá hún samt orðið miklu meira mainstream heldur nú var. Það stóra breytingin. Ég held líka að... Þetta komið inn í hinn pólitíska vettvang og komið inn í stjórnarherbyggi stjórnfyrirtækja. Þetta náttúrulega, þetta breyting mikil og tilfæðilega hratt og breyting. Þess vegna ég að spyrja um framtíðina. Sóli sveigði sér undan því en Tanja og Hulda sem eigið eru yngstar. Hvað sjáu þið fram á að þið verðið þessari baráttu ævin á enda? Eða er von á einhverjum svona, ég veit ekki einhver svona fullnaða sigur, heldur svona, von á að ástandi verði bara miklu betra, miklu betra. Sko, það náttúrulega, við erum í straumhverfum núna varðandi það að það eru fleiri að hlusta og þau hlusta fyrr, bregðast fyrr við, þú veist, það var einhverjum 5 valdaköllum viki úr starfi, þú veist, þetta að virka, við sjáum alveg að þetta að virka, við sjáum það eru fleira að hlusta, við sjáum einmitt eins og Ingibjörg Sólrún bendir á, þetta orðið meira mainstream, það orðið, þú veist, stundum pínu bara cool að vera feminist, þú veist, það komið svona föt, bara bólur sem stendur bara á feminist á og það bara ekki cool. Þannig að við sjáum alveg, ég sé alveg að það verða fleiri sigrar, en eins og ég segi alltaf og lærði hjá þeim sem voru undan mér, þetta alltaf 2 skref áfram og 1 aftur á bak, við munum fá örugglega rosalegt högg núna fljótlega, þú veist, þetta verður ekkert rólegt ár. Þetta ekkert bara við sem búnar að vinna núna og bara getum slappað af og sett fætun upp loft, sko. Ég sé fyrir mér að þetta verði strembið en sigrar. Sérstaklega það sem að það eru svo miklar brotalamir í réttarkerfinu, sérstaklega varandi stöðu þolenda í eigin máli og fleira. Og þegar að kannski það sú staða þolenda í eigin máli, eigin kæruferli fyrir að lagast að þá kannski förum við að sjá eitthvað jákvæðara í framtíðinni. Alltaf þegar við fáum þetta af hverju kæra þær ekki, af hverju eru alltaf segja frá ofbeldinu, af hverju kæra þær bara ekki. Þetta eru einstaklingar sem vita ekki hversu erfitt það er fyrir þolendur að fara í það ferli, sérstaklega miðað við niðurfellingar og að 13% mála sem eru tilkynnt fara í gegnum réttarkerfið og fleira. Það virðist svo þetta nú ekki út, en ekki fyrir en að réttarstaða þolenda verði betri, að þá kannski förum við líka að sjá fleiri jákvæðar breytingar. Gyða, ætlaði þú að skjóta ykkur inn? Já, ég var bara að tala ég langaði mitt að taka undir það sem að Sóli var að tala með sveimin, góð lýsing, og ég held að sé líka sko, feminismi þetta alls konar og mjög fjölbreyttur, en þessi ólíku hópar feminista hafa einmitt sameinast það að kynferðislegt ofbeldi sé málefni sem að þurfa að fókusera á, og það finnst mér svona skýra svolítið styrkin í baráttunni núna, því að síðan að öðru leyti varðandi önnur málefni geta þessi hópar kannski haft ólíka skoðanir, en það hefur orðið svona, við höfum sameinast þetta málefni núna. Sammála. Það er líka kannski þess vegna sem við í öfgum, við förum aldrei einar í viðtöl, við reynum alltaf að vera 2 og við erum heild og það er erfiðara að brjóta okkur 5 í stjórn niður sem að frontum hópin, við erum 9 alls, en ef við komum fram sem hópur 2, 3, 4, þá er erfiðara að pikka eina út og reyna að brjóta hana niður, þannig að lýsingin á starrafluginu á mjög vel við. Þetta virðist vera þegar þetta sammerkt með rauðsokkunum sem eru kannski á kynslóðinu og undan Ingibjörgu. Ég fæ þær aldrei í viðtal nema 2 og 2 í einu, þær bara eru í því að þær koma alltaf fram, ef þær eru að tala rauðsokkur þá eru þær að tala hreyfingur, þær vilja ekki lendi því að vera að tala sig persónulega þá. Þannig að þetta kannski, ég veit ekki, þetta ríkt. Þetta mjög ríkt í kvennarhreyfingunni, þetta eitthvað sem hefur verið alla tíð. Þetta var í rauðsokkarhreyfingunni að reyna að koma alltaf svona fleiri fram. Svo var þetta líka í kvennaframboðinu og kvennalistanum að senda alltaf 2 konur ef mögulegt var. Svo náttúrulega komum við inn í pólitíkina og það eru fjölmiðlarnir sem að ákveða það. Til dæmis getur við ekki komið 2 sem representera flokkana í einhver hringborðsumræðum.
Þannig að það eiginlega þar sem það gerist að þeir fara að pikka út konur svona einu og eina og gera að formanni eða for konur. Kannski það líka, ég bara aðeins að hugsa upp átt núna, að sko rauðsokkurnar voru formlegur vettvangur, þær ákváðu og svona væri þetta, við ætlum ekki að láta taka eina konu út. Sama, ég meina kvennalist og kvennaframboð reyndu eftir fremsta megni, öfgar reyna þetta núna, við reyndum þetta í feministafélaginu á sínum tíma, en það kannski þegar konur hafa ekki, þegar það hafa komið göt í þessar hreyfingar eftir að feministafélagið var í rauninni búið og alveg þangað til núna þá höfum við ekki haft neina formlega hreyfingu sem að hefur einhvern veginn verið þetta að leita til, þannig að það hafa verið einhvern veginn einstaklingar sem hafa verið dálítið búnir til sem svona talskonur femínískrar hugmyndafræði sem að ég var tíma og Hildur var tíma og fleiri konur hafa einhvern veginn bara lent í að því að það var engin, það var bara dálítið tóm. Ég veit ekki hvort þetta er rétt hjá mér en ég bara þetta bara vangaveltur. En ég ætla að spyrja ykkur eftir svona kröfur svona á formlegt samfélag út af því sem að Huldar Hrund var að segja að það þurfi ykkur að breytingar í réttakerfinu ykkur flýst, við ykkur bara byrja ykkur að hugsa það hverju þær kröfur eru, en ég ætla að heyra aðeins í henni Ingibjörgu Dögg, ritstjóra Stundarinnar, sem að ég veit ekki hefur verið bara megin hluta af blaðamannaferli sínum að taka viðtal við þolendur kynbundis og kynferðislegs ofbeldis. Við snúum okkur frá svona hinu formlega samfélag niður á svona hið einkanlega. Hver svona þín reynsla af því að umfjöllun undanfarin misseri og ár, hvaða áhrif það hefur á fólk sem að þú ert að aðstofa við að koma fram með sína sögu? Kanntu að greina einhverja svona breytingu á því að meðan að samfélagið breytist að þá verði svona, hvað ég að segja, svona umhverfi þeirra sem eru þolendur ofbeldis, það verður auðveldara að koma sínum málum fram, þurfi ekki að gangi gegnum þetta sem hefur verið búið að ræða hér eins og drusluskömmun og allt þetta, að það sé svona auðveldara að leggja sína sögu fram núna heldur en var kannski bara fyrir 3 árum, 6 árum, 9 árum. Já, ég held að það hafi sko, bara eins og það búið að vera að tala um hérna í þessum þætti, þú veist, það var það sko fyrst komu konur til dæmis segja ekki fram undir nafni eða mynd ef þær voru að segja frá reynslu sinni af kynferðisofbeldi eða kynbundnu ofbeldi og þannig að það var svona meiri feimnismál í kringum það og fyrst voru þetta svona kannski einstaka hugrakkar konur sem komu fram og sagði frá reynslu sinni og svo kom sko einhver bylgja þar sem að varð bara ótrúlega mikill fjöldi kvenna sem að sagði frá því að þær byggja yfir þessari reynslu og það var svona verið það var svona fór skömmin kannski aðeins að minnka en samt ekkert endilega allir leið, þú veist þetta held ég hafa alltaf verið mjög svona stórt skref fyrir konur að stíga fram og segja frá en þegar það, þú veist það verið þessar beauty tips byltingar og Fríðin Uppúl og allar þessar sprengingar, þú veist, þá svona fundu konur kraft í samstöðunni, alveg klárlega og maður fann alveg fyrir því, allt í einu var það bara ekkert mál fyrir konur að koma fram undir nafni og mynd og bara, þú veist, það var minna hik í kringum það og þær vissu betur að það sem þær hefðu gengið í gegnum var ekki þeim að kenna og það væri ekki hægt að setja skömmina, eða þú veist, þær áttu ekki að bera skömmina. Svo finnst mér í kjölfar því þá geta valdakonur fara að segja frá sinni reynslu og mér finnst það mikið að þegar vorum að tala um MeToo áðan það fannst mér svolítið áhugavert að þú veist þessar fyrstu MeToo frásagnir stjórnmálakvenna sem riðu á vaðið og voru held ég fyrstar voru allar nafnlausar frásagnir og gerendur voru nafnlausir þangað til að það var kona sem kom sko vel yfir held ég áttrætt og var einmitt oddviti kvenna framboðsins í borgarstjórn með Ingibjörgu Sólrúnu 82. Það var það hún sem að stigu fram fyrst allra í þessari bylgju til að nafngreina, þú komið fram undir nafnumynd og nafngreina gerð sinn og allt þetta. Þannig mér finnst það svolítið svona skemmtilegt að minnir okkur dálítið á að við stöndum á herðum þessara kvenna
sem að voru að ryðja þessi breyt fyrir okkur. Og svona síðari árum, eða þú veist núna allra síðust árum, þá finnst mér skömmin minni hjá yngstu konunum sem koma fram. Og ég talaði til dæmis við systur sem voru beittar kynferðisofbeldi af hálfu föður síns, sem var dæmdur barnaníðingur sem þær ólst upp hjá og hafði mist frá sér eldri systur þeirra vegna þess. Og þær til dæmis hafði enga skömm. Og mér fannst það svo fallegt og mér svo ótrúlega bara gott og svona mikil von í því að upplifa það að það bara, það ekki til í þeim að það eigi að skamma sín fyrir það sem gerðist þarna. Og ég vona bara að þetta sé bara kynslaskiptum svolítið og það geta hafa hort upp á svona ótrúlega margar sterkar, flottar konur, segja frá ofbeldi og svo náttúrulega líka kallarnir, þeir komu miklu seinna inn í þetta, fara að segja frá ofbeldi og svo alveg segja konum, svo koma valdakallarnir í kjölfarið, áhrifamenn sem fara að veikina þessa reynslu og þú veist, það komið svolítið mikið leyfi fyrir að tala að þú byggir yfir þessari reynslu og þú hefur orðið fyrir ofbeldi en það svona leyfi til þess að segja frá því hver gerði það eða hvernig aðstæður voru, það var minna og það var alltaf erfiðara fyrir þolendur að stíga fram ef að gerandinn var nafngreindur og það bara svona alveg nýtt að það við erum að sjá það held ég bara, ég man ekki eftir neinu öðru máli þar sem málum, það eru búin að vera aðeins fleiri, þar sem að þolendur stíga fram og segja frá nafngreindum, þekktum gerendum sem að verða ekki fyrir einhvers konar árásum, þú veist, kallarnir allavega einhverjir þeirra gangast við því að það hafi eitthvað farið úr böndunum og þeir hafi gert sekir eitthvað sem að þeir þurfa að axla ábyrgð á og umhverfið þeirra bregst við og heldur að þeim ábyrgð. Þannig að þú veist að þetta hefur alltaf verið miklu viðkvæmara þegar gerendur hafa verið nafngreindir og leið miklu stærra skref fyrir þolendur. En ég held að það ekki droslega mörg mál sem ég man eftir nema bara í tengslu við þessar miklu byltingar þar sem eru svona ótrúlega margar sögur sem að koma fram þar sem það hefur ekki verið svona ákveðin svona áskorun fyrir þolendur að stíga fram og segja frá þessari reynslu af því þeir vita alltaf að þeir geta mætt alls konar í kjölfarið og þeir eru yfirleitt hræddir og þeir eru yfirleitt að gera þetta af bara mjög svona ríkri ástæðu, þeir telja sig bara knúna til þess. Ég vonum yfirleitt eitthvað svona starra, þú veist, eitthvað starra heldur bara það að þeir fá réttlæti, heldur þetta meira svona knýja fram eitthvað svona samfélagslegt réttlæti og já, En má ég spyrja þig, Ingibjörg, af því að þú ert búin að vera, ég veit ekki hvernig þú hugsar þetta, en það lítur eiginlega út fyrir að þú sést bara svona kerfisbundið að vinna í þessum málum og færa þau til, ekkert síður en það í öfgum að svona taka ákvörðun að fara lengra. Að það sem að þú ert kannski að vinna fyrir 10 árum, sambærilegst það ekki ennþá komið inn í Mogga og Ríkisútvarpið, þannig að það svona, að því að stundir svona jaðarmiðill, kannski á svipaðan hátt og þegar Ingibjörg nafnaðinn Sólrún var ritstjóri á Veru, að þá þar umfjallanir 1988 sem að kannski ekki ennþá komnar inn í Mogga, sko. Það bara ekki ennþá komið þau efnistöku þar, en hafa svona hægt og bítandi verið að hreyfast. Að því að okkur hættir svolítið til að líta á þetta sé að gera svona hratt. Ef það reynir að horfa á þetta þannig, ekki líka svolítið eitthvað við þetta að þó að virkja það sem við sjáum og við sjáum allt svona jákvætt og við sjáum mikla breytingar, en svo einhver hluti af samfélaginu sem bara ekkert að breytast. Já, mér nefnilega svolítið áhugavert þegar við vorum að tala að tökum 2 skref áfram og 1 aftur á bak, að það stundum fyrst mér bara að taka 1 skref áfram og 2 aftur á bak. Þú veist, eins og við séum bara algjörlega slegið niður og bakslæði verður oft svo mikið þegar þessi, þú veist, ef við reyna að færa umræðin eitthvað áfram og vera aðeins reyna að ýta mörkunum til og þannig að þú veist, það sé meira rými fyrir þolendur. En ég meina, þegar ég var, þú veist, að fjalla ótrúlega mikið kynferðislegt og kynbundið ofbeldi fyrir 10-15 árum, ég meina, þá var þetta bara
skilgreint svona léttumálin í fjölmiðlum, þungumálin voru viðskipti og stjórnmál og það skildi ekkert allir aftur í hvað segirðu? Kvótinn segi ég bara. Já, kvótinn, einmitt, nákvæmlega sjávarútvegsmálin. En þetta er samt svona alvarlegast glæpur sem hægt að fremja eftir því að fremja morð samkvæmt hegningarlögum, þannig ég hef aldrei skilið þessa hugmyndum að þetta sé eitthvað svona létt efni eða svona minna mikilvægt heldur en eitthvað annað, en það hefur svo sannarlega líka breyst hvernig fjölmiðlarnir eru að taka á þessum málum og hverjir eru að fjalla þetta. Núna einhvern veginn bara allir að fjalla þessi mál eins og önnur mál, en tímabilið það fannst mér til dæmis bara ef að ég fjallaði ekki þessi mál sem voru komin á borð til okkar, það var bara enginn sem tók þau. Þannig að þetta sat að herðum rosalega færra einstaklinga að vera veita þetta rými og þetta skjól og já, en ég held að það gerðist ekki líka, Ingibjörg, að þú varst kannski að fjalla eitthvað mál fyrir 10-15 árum og það tók það enginn upp, en ef þú að fjalla það mál í dag í stundinni þá er líklegra að ýmsir miðlar myndu taka það upp. Það er mikill munur þegar maður að ýta svona málum áfram, hvort að aðrir miðlar taki upp málin eða maður liggur bara einn með þau eins og það sé einhver sérviska í einhverjum jaðarmiðli. Já, og líka hvernig það var reynt að stimpla okkur sem vorum hana, það var svo auðvelt að stimpla okkur sem myndi eitthvað að reiða, sem aukafulla, sem með þetta heilanum og hvað kom fyrir þig, af hverju ertu eiginlega fjallum, af hverju ertu eiginlega að gera þetta og ef við mættum afleiðingum af því sem við vorum að gera, sem við vissulega gerðum, til dæmis þess að tímaritinu Ísafold, þar sem að tímarit var bara tekið úr sölu í stórmörkuðum vegna þess að við vorum að fjalla aðstæður nektardansmeyja á ákveðnum stað, þá var eiginlega öllum alveg sama. Þú veist, svo voru við dæmd fyrir meiðyrði út af því að við notumst við skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna á mansali sem var rúmaði meira heldur en íslenska orðabók, skilgreiningu í íslenska orðabók og dómarinn studdist við íslenska orðabók og tekur það fram í dómnum, hann styðist við hana, en ekki það skilgreiningu sem við notum og skilgreindum í greininni við hefðum notað. Það var öllum alveg sama í rauninni á þeim tíma. Það var enginn sem reis upp með okkur gegn því að þetta var skakt. En má ég koma inn á eitt? Ég held að séu 7 ár síðan þú tókst viðtal við mig, þar sem ég kem einmitt fram undir nafn og mynd og skila skömminni. Það var engin fjölmiðill sem pikkaði upp, held ég. Nei, einmitt. Engin. Einmitt. En það myndi einhver taka það upp í dag, er það ekki munur? Það er alveg miklu fleiri sem er að tala þetta. Þetta er svona komið inn í mainstreams umræðina meira og þetta þykir miklu viðurkenndari málaflokkur til að fjalla og tímabili var náttúrulega bara fjölmiðlarnir svolítið teppalæðir með sögum þolinda í tengslu þessar byltingar. Það voru alveg ótrúlega mikið og víða verið að fjalla þetta í dálítið langan tíma og ég held að það hafi líka svolítið breytt því hvernig fólks eða svona yngri kynslóðan sér það sem er að gerast. Ég held að það hafi verið dálítið lærdómsríkt tímabil og eins og núna við sjáum alveg leikreglurnar hafa þess breyst. Núna er til dæmis það er bara þú veist að minna það minna sem sagt kannski minni harka gagnvart þeim sem eru að fjalla svona mál, finnst mér. Og þeir þú veist, svo lengi, þú veist, eins og öfgar, þú veist, þær hafa náttúrulega þennan vettvang til þess að segja miklu meira heldur en við sem erum að fylgja þessum vinnureglum fjölmiðla, þú veist, það er sannreina frásagnir og eitthvað svona, þú veist, það er bara að taka einhver KSI-númer, einhver númer á treyjum og bara birta, þú veist, það þarf ekkert samhengi eða neitt og það vita allir hvað þeir eru að tala Þú veist, þannig er það náttúrulega líka búið til svolítið mikið rýma, svo er bara hægt að taka það mál lengra í framhaldinu. Við notumst við kvísl. Má ég aðeins stökk mín vegna þess að ég var svo inspírerið að hlusta á þetta með að skömmina. Þegar konur eru að koma fram og koma í viðtöl og þær upplifa ekki skömm, eins og þú vorst að segja Ingibjörg Dögg. Þetta er alveg rosaleg frelsun. Og ef það er að skila þessu skömm og ef konur geta komið fram og tala og sagt frá þessu reynslu sinni,
án þess að upplifa skömm og án þess að vera settar í það að þær séu bara í þolendar hlutverki og þetta skilgreini alla þeirra tilveru það sem eftir og sé bara tráma lífs þeirra. Ef það að losa sig við það, þá það alveg rosaleg frelsun því að hitt svo mikið taumhald. Það að halda konum í þolendar hlutverkin rosaleg félagslegt taumhald sem í því felst. Þannig að þó við munum áfram, ég vil samfæða þetta í framtíðinu verður alls konar kynferðislegt ofbeldi áfram. En ef það hægt að losna út úr þessu tráma sem það fylgir því og konur geta sem sagt bara sagt frá því án þess að því fylgi ykkur skömm og það skilgreini tilveru þeirra, þá það alveg rosalega stórt skref. Ég held nefnilega skömmina hefur að halda að þolendum kynferðisofbeldis til að þakka niður af því að þú veist, við áttum aldrei að skila nefni skömm af því að skömmin aldrei þessara kvenna, skilur. Akkurat. Ef ég má hans grípa hann að bolta, við höfum upplifað það í öfgum að það eru konur að koma til okkar og segja okkur sögu sína eða það eru að birta sögun sína og þetta eru konur á 60-70 aldri og það þorðaldri að tala um það áður. Og í gegnum það höfum við séð að þetta orðin svona kynslóða böl, svona generational curse, ef ég má sletta að þær sögðu ekki að því að mammina sagði ekki og mammina sagði ekki að því að mamma hennar sagði ekki og það verður þetta svona þöggunar böl í gegnum kynslóðina sem við erum að brjóta núna. Við erum að gera samfélag þar sem að börnin okkar þurfi ekki að upplifa þetta sé skömm og það megi tala og það megi segja frá þessu og þú ert ekki að skemma fjölskylduna þína, þú ert ekki að eyðileggja orðspor þessa frábæra fótboltamanns, þú ert ekki að eyðileggja það að einhver lítill leikari geti farið aftur á svið, skilurðu. Að skömmin og ábyrgðin aldrei þolanda heldur ávallt geranda. En það líka þetta sem við þurfum að tala sem svolítið líka lykilatriði í þessu, af því það var alltaf verið að skila skömminni en það var enginn sem var að taka við henni. Það var enginn sem að setja uppi með hana þá, en það bara kasta eitthvað út úr lofti, eitthvað út í samfélagi eða bara hvað. Þú veist að við erum sjálf það núna kannski fyrst að það raunverulega verið að grípa þetta og halda ábyrgðina að þeim sem hafa verið í einhverjum vafasömu athæfi og þeir þurfa bara að glíma við það og það ekki verið að reyna að kenna þolendunum það því að hún sagði frá. Sko, mér langar til þess að bara nefna Vítalíu í þessu samhengi af því að viðtalið við hana hjá henni Eddu Falag, hún var svo stórkostleg og það var eiginlega það sem að mér fannst ég náttúrulega lesið fullt öll þessi viðtöl sem Ingibjörg Dögg hefur verið að taka og ég meina við höfum allar gert það og vitum hvernig konur segja frá en að hlusta á hana Vítalíu það var eitthvað nýtt í því að hún var algjörlega blygðunarlaus og það var ekkert í þessu sem að hún taldi vera sér að kenna í þessu í þessum atvikum og það var svo fallegt hvernig hún segir til dæmis, ég veit það alveg, ég fór með þeim nakin í pottinn og þú veist, ég var að halda við giftan mann, en það gefur þeim ekki rétt til þess að fara yfir mín mörk eða gera það sem þeir gerðu. Þannig að hún alltaf, þú veist, og það var svo algjörlega laust og hispurslaust einhvern veginn, hvernig hún talaði að hún bara bæri ekki ábyrgð á þessu. Og þannig að hún í rauninni skilaði engri skömm, það var engin skömm þarna. Og það, ég hef bara aldrei heyrt þetta jafn skýrt eins og þarna. Nei, ég held að þetta sé lærdomun af því að allar þessar konur eru búin að segja sögur sinnar á samfélagsmiðlum af því þá líka breyttu svolítið því oft var þetta bara svolítið sama alltaf að tekja sömu boxin en svo urðu bara frásagnir miklu fjölbreyttari og alls konar og fara að segja meira þú veist, nýri vinklar að koma inn og ég held að þetta sé líka lærdomun af því að þessi massi fór að segja frá. Hóta þetta spurningu. Já, það þarf að taka undir. Já, örugglega, hvað ætlaði allir fyrir? Ég ætlaði nefnilega að spyrja svona formlega samfélag, hverjar eru kröfurnar á það? Af því að, þú veist, við erum að tala svolítið samfélagið og einstaklingana, þeir þurfa að læra, ég þarf að læra svona breytt kynjahlutverk í samfélaginu og amman sem ráðlagði dóttur sinni að þegja, hún var kannski að segja það bara sinni reynslu, sinnar kynslóðar að ef þú gengst við þessu og talar þetta opinberlega þá bara Guð hjálpi þér, þú bara, ef það eitthvað ástandið þú að koma út með svona að hafa verið nauðgað 1950 bara meira en að segja það, þannig að þetta að breytast alls saman og samfélag að breytast og margt sem að maður tekur eftir í opinberu
umræðu bara fólk að þreifa áfram hvernig bara kurteisisvenjur og samskiptavenjur að breytast og það mikil degla á svona samfélaginu. En svo erum við með formlegt samfélag á millum okkar. Og hverjar eru kröfur kvennarhreyfingarnar varðandi kynferðislegt ofbeldi og kynbundið ofbeldi til ríkisins? Hvað þarf að breyta í einu formlega samfélag milli okkar til þess að þetta verði skaplega? Ég vil okkur koma þess inn á vil okkur fyrst að taka undir það sem Ingibjörg Dögg var að segja varðandi fjölmiðlana. Og ég gerði rannsókn þar sem ég skoðaði alla umfjöllun fjölmiðla mál Jóns Baldvin Hannibalssonar þegar hann var þegar ráðning hans við Háskóla Íslands var afturkölluð. Og eitt af svona leiðarstefunum þá var þetta bara að það væri í raun engin svona farvegur fyrir mál af þessu tagi. Þetta ætti í raun bara alltaf að fara í gegnum réttarkerfið og þar var líka mjög áberandi einmitt hvernig fjölmiðlar, við veitum kannski fyrir utan nokkra, héldu mjög að sér höndum og voru aðallega í því að birta Facebook eða bloggfærslur nafngreindra áhrifa karla í samfélaginu sem fengu þá svolítið að leiða umræðum. Þannig að umfjöllun fjölmiðla núna mun svona þolenda miðaðri. Og ég held eins og við erum að tala kröfur á ríkisvaldi að þá eins og hefur verið nefnt eins og Hulda kom inn á varðandi dómskerfið, þetta þarf að gera umfangsmiklar breytingar þar. En það sem að mér finnst svo áhugavert það sem við erum að sjá núna að við lítum ekki lengur á það sem forsendu, að mál þurfa að fara dómstólaleiðina til þess að við getum gert eitthvað. Þannig að núna erum við að gera eitthvað án þess að mál hafi farið þá leið eða við séum beinlínis að gera kröfu til þess að þau farið þá leið. Já, það kröfur á ríkisvaldið. Hvaða kröfur geta konur gert bara til þess að vera öruggar í vinnunni sinni, í skólanum sínum, út á gangi, út í búð? Hvernig þarf að breyta ykkur? Já, ég er búin að vera svo lengi í burtu þegar ég verð að svara innar. Við höfum talað það í öfgum að það gríðarlega mikilvægt að auka fræðslu í skólum. Nú ef ég tala bara út frá mér persónulega, ég stundi að ná með leikskólakennarafræði og starfa lengi á leikskóla. Og það markvisst unnið með börnum að kynna þeim mörk. Og það ofboðslega fallegt og mjög göfugt starf sem fer inn á leikskólanum okkar það að börnin þau spyrja, má ég halda í hendina þér, má ég knúsa þig, má ég taka utan um þig og þau læra mörk og sínu líkama og annarra. Svo einhvern veginn gleymist þetta svolítið þegar að börnin fara inn í grunnskóla, það meira kannski lagt á það að þau geti setið og lært og nú því ekki að fara að lasta í þetta grunnskólakerfið. En það þarf bara markvissari og vikulega kennslu fyrir börn á öllum aldri, bæði kynfræðslu og kynjafræðslu. Vegna þess að með menntuninni og með fræðslunni að þá náum við að, það mín trú, að uppræta vonandi eitthvað magna af þessu vandamáli sem við erum að sjá upp í dag. Þegar við sjáum oft gerendur sem eru bara, býttu, var ég að brjóta á þér, má ég ekki suða kynlíf, það nauðgun að suða kynlíf? Já, þú varst ekki að virða mörk og reyna að sporna okkar eins og þessum hluta. Að fræða drengi, fræða stúlkur á öllum aldurshópum. Já, auðvitað, ég sammála öllu þessu. Ég man einu sinni tók ég kúrs hjá Þorgerði Einarsdóttur í kynjafræði og hún byrjaði á að spyrja okkur nemendurna hvað það væri sem þyrfti að gerast til þess að við myndum ná jafnrétti. Og við réttum öll upp hönd og vorum öllum svar á reiðum höndum og það var allt frá því að skrifa blaðagrein yfir í einhverja Molotov-kokteila eða því sem næst. Og hún brosti bara þegar við vorum búin að kynna henni okkar lausnir og segði já, við þurfum að gera þetta allt og gott betur. Af því að við þurfum að gera svo ótrúlega margt og það þarf að taka á öllum stoðum samfélagsins. En ég mjög hugsi yfir því að kapitalismin sé næmari á kröfur samfélagsins heldur en stjórnvöld núna. Við skulum átta okkur á því að meðan það verið að beinlínis reka bara veigamikla kalla úr stórum fyrirtækjum að þá erum við með Jón Gunnarsson og Brynjar Níelsson í dómsmálaráðuneytinu. Við vitum að það er ekki mikill að framfara að vænta með þá menn í fararbroddi í þessum málaflokki.
hitt svo að sem ég er líka búin að vera að hugsa því ég er ennþá svo opaslega að hugsa yfir því að Ingibjörg Sólrún hafi sko, þessa þögn og þetta orðaleysi, hugtakaleysi sem að var til staðar til þess að tala ofbeldi og gera eitthvað í því. Það sama á við réttarkerfið núna, að við eigum ekki réttarkerfið var núverandi lög og núverandi dómstólaleiðir, aðferðir, vitnaleiðslur, allt þetta var allt saman búið til á forréttindaköllum og þetta snýst allt saman karllæga glæpi sem eru framkvæmdir í opinberu rými. Löngu áður en að fólk áttaði sig á því að glæpir gagnvart konum og börnum eru yfirleitt framdir í skjóli friðhelgi einkalífsins og þar engar sannanir og það er svo ótrúlega margt sem vantar upp og það þarf að endurskoða og endurskipuleggja allt varðandi sekt og sakleysi og sönnunarbyrði og þá er ég ekki að tala um að það þurfi einhvern veginn að snúa einhverju við eða dæma saklausa menn, það snýst ekki það, heldur snýst þetta að taka inn reynsluheim fólk sem hefur aldrei haft neitt réttarkerfið að segja, sem eru konur og jaðarsett fólk. Til þess að svo verði að þá þarf gagngera endurskoðun á öllu regluverkinu. Það þýðir ekkert að fara í einhverjar stagbætur á lagabálkum. Það þarf að taka þetta allt til gagngerðar endurskoðunar og ég er á því að þeir bara taka dómstólana, leggja á niður og stofna nýja á nýjum forsendum. Hvað segir það? Ingibjörg Sólrún, má ég spyrja það þessu? Ég held að komið tími til þess að við ræðum einhverjum svona afgerandi breytingar á ríkisvaldinu til þess að mæta þessum vanda? Ég held að það sé full ástæða til þess að skoða vel dómstólana og svona sett hvernig þeir virka og hvaða breytingar, kerfisbreytingar þurfa að gera þar. Ég meina þetta kerfi sem við eigum núna, það er náttúrulega, þetta eru mannanna verk. Þetta er ekki sko náttúrulögmál, þetta líti akkurat svona út eins og það gerir núna. Þannig það er full ástæða til að skoða þetta sko frá grunni og hvernig þetta kerfi gæti lítið út og ætti kannski að lítið út. Sko mér finnst líka því að tala áðan að sko það er ákveðin víglína sem liggur í gegnum líkama kvenna og það er þannig sko að það eru erfiðustu réttarbæturnar sem hægt að gera og þær sem að mæta mestri mótspyrnu eru þær sem að lúta með einhverjum hætti að líkama kvenna. Ofbeldismálin, heimilisofbeldið, kynferðislega ofbeldið, fóstureyðingarnar. Þetta er það sem að sko er erfiðast að eiga við í þessu kerfi og það er auðvitað ástæða, þetta er grunnur, þetta er kjarni karlveldisins. Hann er þarna. Og þannig að sko, það er full ástæða til þess að skoða þessi mál mjög gagngert. Þeir halda völdunum yfir okkur akkurat þarna. Sko, maður sér þetta sko svo vel að því að nú er ég hérna í Írak og búin að vera í Afganistan og búin að vera í Tyrklandi og þá sér maður þetta svo vel, þetta er svo nakið hérna, en þetta er sko í grunninn alltaf sama kerfið. Þannig að það er bara svo miklu naktara og miklu meira sko brútal. Hér það sem að sko þessar hugmyndafræði Vesturlanda er ekki eins þróuð sko jafnvel, en að grunninn til er það þannig að fjölskyldan eða hjónabandið er samningur og rammi utan eignarhald karls á konu. Okay. Og hana nú. Við skulum enda þarna og ég þakka ekki kærlega fyrir að koma hérna og hjálpa mér til þess að skilja. Við erum búin að fara yfir söguna, við erum búin að fara frá hennu persónulega að hennu samfélagslega, við erum búin að tala að sinna sko fórnarlömbunum og að valdefla konum, við erum að tala fjölmiðla og pólitík og þetta er búið að vera mjög fróðlegt fyrir mig. Hérna Tanja og Hulda Hrund frá Öfgum, Sóley, Ingibjörg Dögg, Gyða Margrét og Ingibjörg Sólrún. Kæra þakkir. Núna þarf ég aðeins að kynna hérna að á eftir á samstöðinni verður viðtal í Rauðum raunveruleika sem er þáttur ungra sósíalista við séra Davíð Þór Jónsson prest og þeir alltaf veltaði fyrir sér með séranum hvort að Jesú hafi verið sósíalisti. Á morgun klukkan 5 er hinn Reykjavík, þá er talað við Signíu Sigurðardóttur ástandið í leikskólanum, þar sem að gengur enn einu svo aftur erfiðlega að manna, enda miklar kvennastéttir þar
sem að haldið það. Síðan verði ég hérna með rauðaborðið annað kvöld og þá koma hingað og ræða eflingu og verklýsmál Guðmundur Baldursson og Ólöf Helga Adolfsdóttir sem sækjast eftir því að vera oddvitar A-lista trúnaðarráðs Eflingar í komandi stjórnarkjöri og formannskjöri. Þar á eftir byrjar nýþáttur hérna leigjandinn. Guðmundur Hrafn Arngrímsson fjallar leigjandamál, segir fréttir af baráttu leigjanda út allan heim. Tekur meðal hans viðtal við framkvæmdastjóra alþjóðasambands leigjanda og fleira. Og þar á eftir byrjar í fyrsta skipti líka nýr þáttur sem á pólsku, sem pólskur þáttur á samstöðinni, þar sem að íslenski Pólverjar tala pólska samfélag á Íslandi, íslensk samfélagsmál og ábyggilega líka pólitíkina í Póllandi. Þetta nú bara framundan á samstöðinni á rétt rúma næsta sólarhringnum. Svona vex samstöðin mikið. Ég þakka ykkur kærlega fyrir það sem komið hingað og þeim sem hafa hlustað og svo sjáumst við bara á morgun.